Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Góðan dag, við erum mætt eina ferðina hér í Rauða borðið. Í dag ætlum við að fjalla heimilsleysi. Ein af grunnþörfum okkar er að eiga skjól, eiga þak yfir höfuðið, eða allavega hafa þak yfir höfuðið. En fólkið sem er komið til mín í dag og ætlar að deila reynslu sinni hefur verið heimilslaust eða er heimilslaust og þau eru Einar Ingi Kristinsson og Guðbjörg Inga Guðjónsdóttir. Verið velkomin. Takk fyrir. Og takk ykkur fyrir að koma. Takk hérlega. Það er kannski ekki alveg sjálfgefið að fólk tali svona viðkvæm málefni opinberlega. En mér langaði svona aðeins að skyggnast inn í þennan heim sem betur fer flest okkar þekkjum ekki. En þú, Gugga, þekkir þetta mæta vel þó þú hafir náttúrulega verið í þínu eigin húsnæði eða með þak yfir höfuðið síðastliðin ár, en það komin á beinu brautina eins og maður segir. Já. Hvað var til þess að þú svona lendir svona öfugu megin við strikið, ef við getum orðað þannig? Sko, mamma og pabbi voru alkoholistar og þau gátu ekki haft mig, þannig að amma mín tekur mig að sér. Ekki blóðskyld amma, hún tók pappa minn að sér þegar hann var lítill og hann var mjög erfiður og hann byrjar að drekka mjög snemma og ég held að þetta sé arfgengt og ég fann ekkert fyrir alkoholisma eða neinu eins og það heitir í aðsamtökunum andlegt mein, huglag þrjáhyggja eða svona líkamlegt ofnæmi svona sem við höfum fyrir víni og eiturlyfjum, en við tökum það sko. Það er misjafnlega einn, þetta hefur misjöfn áhrif á fólk. Já, og þetta réttar sagt, það er ekki allir sem ánýtjast þessu auðvitað. Nei, en þetta ofnæmi sem við höfum, að það lætur okkar ánýtjast víni og dópi. Hvað varstu gömul þegar þú byrjaðir að nota einhvers konar vímugjafa? 14 ára, rétt fyrir fermingu. Þá hafði ég verið búin að kynnast stelpum sem að bjöggu upp í Breiðholti, þannig að ég var að fara til þeirra stundum. Það var þegar Fellahellir var opinn, við vorum stundum að hanga þar og svo vorum við að hanga heima hjá, þetta voru tvíburar, þessar vinkonur mínar, og mér fannst allt svona spennandi, allt í kringum þetta fannst mér rosa spennandi. En ég leyfði fólki að fara illa með mig þegar ég var ung og nota mig og þannig að já, fyrsta fylliríið mitt að það var bara ég varð eitthvað reið, fór að rífa kjaft, drafst, svo því ég vaknaði aftur og þá ætlaði ég að prófa þetta samt aftur. Mér langaði það sko. Að þá bara var komið eitthvað alkohólismin Þannig varstu minn búin að finna einhverja leið til þess að þér liði betur? Já. Einar, kannastu við þessar lýsingar? Já, guð minn almáttugur. Hvenær byrjaði Það er þú mjög sterkar. að nota? Ég byrjaði í raun og veru ekki fyrir en eftir að sem betur við tók faðir mig við mér, hann tók við mér upp á Akranesi þegar ég var 15 ára gamall og flutti frá blóðmóður minni sko. Ég var búin að upplifa þetta alls konar líferni með henni. Bróður minn flutti sem betur vera í burtu og slapp. En ég þurfti að fara í gegnum þetta ferli með henni og búandi og hinga og þangað landið með hinum og þessum mönnum, skiptandi skóla, daginn út og daginn inn sko og eitthvað. En svo var aldrei neinn festa í þínu lífi? Engin, ekki með blóðmóður minni, nei. Hún, ég þurfti að fylgja þessu og það var skelfilegt uppeldi sko. Af því að það var byrjað á þessum mönnum sem hún var að búa með bæði misnotkun og ógeðslegheit og horfa á viðkomandi aðila þegar sonur hans kom í heimsóknar okkur helgi. Þá þurfti ég að sitja í stól og horfa á hann meðan hann var að misnota son sinn sko. Jesus. Hvað er þetta að segja? Já. Og þá þurfti ég að sitja bara svona og horfa á sko. Þannig að þetta ferli byrjaði allt svoleiðis, en drykkjan byrjaði svo ekkert fyrir að því að leiðið kemur til föður míns og hann tekur bara við mér, bara hingaði ekki lengra og eins og ég kalla hana mömmu, hún Erla Haraldsdóttir, að þá kynnist ég konu sem ég eignast svo börnin með upp á Akranesi og byrja bara líf mitt, byrja bara allt í einu að eignast og klára skólagönguna eins og maður.
Þú varst mjög ungur þegar þú eignaðist börnin. Já, ég var bara rétt, þær fyrstu þær komu þegar ég var rétt að vera 17 ára gamall, sko. Þú ert með hring á fingrunum. Já, þær eru hérna hjá mér, þær fylgja mér alla tíð, sko. Önnur þeirra, ég tók á mótinu, hún grét aðeins á mótinu mér, en hinn var dáin þegar hún kom, sko. Þannig að, og svo, og ég fekk að grafa upp leiði á systur minni á Selfossi til að setja þær hjá henni og þær eru þar alla 3 ár saman, sko. Hvaða áhrif hafði þetta á þig? Þetta til dæmis, bara eitt af því, þær eru hérna. Og það er bara faðir vorið og Jesús Kristur alltaf hjá mér, sko. En... Varstu farin að drekka þarna? Nei, þarna er ég að byrja, sko. Þarna bara strax, því ég byrjaði í raun og verið ekkert að drekka. Jú, þarna byrjaði ég að drekka. Byrjaðir í rauninni eftir þetta áfall? Já. Og hefur setið í mér í drykkjan síðan, sko. Já, þú hefur í rauninni ekki verið laus við áfengi allan þennan tíma? Nei, ég er búin að fara í nokkra meðferðir og langar meðferðir og nýkomin úr meðferð núna. Alveg eins og hún sagði við mig, vinkona mín sem hún sagði eina minn, akkur alltaf leið og lappar út úr meðferð, alveg sama hvort það séu 7 mánuðir eða Vogur og Vík eða hvar það er, akkur fyrsti dagurinn beint í ríkið. Það er svolítið skrítið, sko. Getur þú svarað þeirri spurningu? Nei, þarna er ég alveg tómur, sko. Nei, maður er ekki tilbúin. Nei, ég veit það bara ekki, sko. Hvað í ósköpunum skeður? Það því að eins og fyrir 1,5 áru síðan, þá tók ég, sko, Vog, Vík og svo Krýsuvík. Þetta er 7 mánaða meðferð. Og blessuð konan kom og sótti mig. Og hún komst ekki lengri inn í Hafnarfjörð. Svo er fíknin bara sterkari líka. Hún komst ekki lengra en frá Krýsuvík og inn í Hafnarfjörð. Hún sagði, akkur við erum á leiðinni heim, elska mín. Og eina sig að sagt, já, ég þarf að komast í ráðbakkan. Og hún bara fór að gráta undir stýri. Hún vissi alveg hvert ég var að fara, sko. Já. Þetta er 7 mánaða meðferð, sko. Beint í ríkið. Og þetta, já. Þetta er, ég veit það ekki, þetta er eitthvað skona feluleikur. Eða ég veit ekki hvað það er. Hvað segir þú? Stigmagnaðist þetta hjá þér? Já, algjörlega. Bara á unglingsárunum og svo? Já, fyrst sko þá hélt ég að ég væri alveg með þetta til 16 ára. Þá drakk ég svona aðra þriðju helgi og mér fannst það ekkert mikið. Og ég kynnist þarna strák sem var í kærasta minn og flytt með honum upp í Mosó til mömmu hans og pappa og þau voru miklir alkoholistar. Og þar fyrir við að ræna úr skápnum frá þeim og svo voru við bara farin að drekka með þeim og þeim var alveg sama. Mammans, hún var alltaf að fara út í bíl og keyra undir áhrifum og svo þurftu fjölskyldumeðlimir að fara og finna hana og ná í hana og að það gerðist alltaf eitthvað, sko. Það, þú veist, já, hún fór bara alltaf blindfull út í bíl og maður keyrði á eða, þú veist, já, það var alltaf eitthvað þannig að þau þurftu að fara og ná í hana og leysa hann út og hún gerði þetta alltaf aftur og aftur og þarna bjó ég með honum svo fluttu þau frá Mosó og niður í Grafavog, þá voru þau að byggja, þá var ég svona handlangari hjá pappans, stráknum sem ég var með og var að búa til steypu og ég bara, og 14 ára gömul fann ég svona, mér fannst þetta skemmtilegt, fannst gaman að vinna með höndunum og hann alveg, þú gerir bestu steypu sem að bara sem ég veit og þetta alveg, ég uppveðraðist öll og já, þannig að steypan mín er þarna í þessum veggjum, í þessu húsi en svo fer ég að kissa eitthvað strákarna því ég er 16 ára og þannig að ég fer aftur til ömmu þá því ég er 16 en ég fer svo strax frá henni þá er ég bara búin að vera að kynnast svona eldra fólki og ég var mjög áhrifagjarn og Hvernig fór vínið í þig? Fannstu strax að þetta var eitthvað fyrir þig til þessa? Þetta bara alveg, það himnarnir opnuðist bara þegar ég hafði sko lent í áfalli í sveit þegar ég var lítil, frá 8 ára til 12 ára, þá var bóndinn í sveitinni bara að reyna að fara upp á mig, bara, já, og króaði mig af þegar ég fór út í fjós að gefa dýrunum þá
eldan mig og það sá þetta aldrei neitt. Það var engin var við þetta en þetta gerðist alveg í 4 ár þar sem hann var að reyna sko þegar ég var 12 ára og ég kom með pínu brjóst og var hann að klípa brjóstin á mér og leggjast upp í rúm hjá mér og sofna og ég man að ég var bara eins og gorkóla upp á rúminu. Fyrst var ég bara alveg svona, alveg stíf og svo steinrótaðist hann þannig að ég stökk upp rúminu en það sá þetta aldrei neitt. Þannig að ég segi svo ömmu frá þessu og hún trúði mér ekki, þannig að ég bara ákvað að segja ekki neinu frá þessu. Og þetta triggeraði svona pínlítið þegar ég byrja að drekka. Að þá fann ég að ég var reið. Og svo var þarna fjölskyldu meðlimur, vinur af á ömmu, hann var alltaf að reyna að tróða tungun upp í mig. Bara hvert einasta skipti sem hann kom til þeirra, þá var ég orðin unglingur, já, ég var svona 15, 16. Að þá reyndi hann að tróða tungun upp í mig alltaf og ég var bara, mér langaði ekkert að vera á staðnum þegar hann var að koma sko og já, en 16 ára þá fer ég eiginlega frá ömmu og fer bara og í Kópavogi bara hjá vinafólki, eða þú veist ekki einu sinni vinafólki. Ég byrja að reykja hass 16, byrja svo að sprauta mig 17 í amfetamíni. Og 19 ára ég bara orðin ofboðslega lasin alkohólisti og kom með lifrarbólgu C á háustigi, búin að fara í nokkrar meðferðir inn og út og já. Ég sé að Einar, hún líður ekki vel að heyra þig tala þetta. Já, en saga mín svolítið brútal sko, en ég búin að, mér finnst þetta ekkert mál í dag, en ég finn alveg að fólki bregður. Ef ég fer með söguna mína á fundi eða eitthvað, þá bara, guð, hvað erfitt að hlusta og ég það. Þannig að, já. Og nú búin að vinna mikið í sjálfri þér. Mikið, já. Skulum víkja aðeins að þessu lífi sem að við ætlum að tala lífinu, já, ég leyfi mér að segja á götunni, þú varst meira og minna heimilslaus þegar þú varst í neyslu, Gugga, og Einar, þú ert heimilslaus núna. Eins og staðinu, já, ég fæ náttúrulega aðstofuna niður á Granda. Já, það ekki heimili. Nei, það ekki heimili, nei. Hvað ertu búin að vera lengi án þess að eiga fastan samastað? Það að vera komið 1,5 ár síðan, nei, meira, 2 ár, síðan ég tapaði íbúðinni, sko. Og af hverju tapaðir íbúðinni? Ég vegna aðstofa minnar við, bara ég neitt frekar en einn annar sko. Ég bara leyfði öllum að alveg eins að vera hjá mér eins og þeir eru út á götu greiðin sko. Ég bara reyndi að styðja allt sem ég gat, sem ég mögulega gat, einhvern veginn, sem var svo til þess skilur og það engum að kenna nema mér sjálfum sko. Ég gerði þetta bara einhvern veginn. Hvernig líða dagarnir hjá þér? Núna? Já. Þeir líða, sérðu, að allir þessi drengir, sko, þetta eru ágætis drengir og góðu vinni mínir, sko, þannig, í dag. En það gengur ekkert. Hvað ertu að gera á daginn? Ekkert. Akkurat ekki neitt. Ég þarf að vera farin út fyrir klukkan 10 á morgnana. Út úr gistiskýlinu og Grandanum? Út úr gistiskýlinu. Já. Og vera komin inn fyrir klukkan 5, eða klukkan, 5, til að skrá mig inn. Þannig ég geti fengið þá að vera úti til klukkan 10 kvöldið. Og þá má ég komin til að gista. Og hvenær þarftu að fara á morgnana? 10 á morgnana. Við tökum alltaf, förum upp í kirkju, sko. Og hvað ertu þá að gera allan daginn, til dæmis núna þegar það er svona kalt úti? Ágættir niður í bæ, eitthvað stað bara lappandi í ringi eða eitthvað. Þetta svo sorglegt. Já. Kannastu við þetta, Gugga? Já, ég kannast við þetta. Lappandi bara í ringi og hittandi strákana og vinni mína og þeir spjöllum saman einhvern veginn og reyna að eyða deginum Þetta svo lífandi. Eða ef að kuldin alveg skelfilegur, sko, að þá reynum við að dýja okkur eitthvað staðar inn, sko. En svo náttúrulega maður bara eiginlega búið að útluta mann allstaðar, sko. Af því að ef maður mændir ekkert með penning til þess að kaupa bjór eða drekka eða gera eitthvað, þá farið heldur ekkert að setjast inn á kaffihús, sko. Eins og bara í morgun, sko. Ég þurfti að fara inn á pennan, sko. Ég fekk ekki að fara inn á kaffihús, sko. Hann held ég væri að fara að drekka bjór, sko. Ég sagði, nei, mér vantar kaffi. Já, nei, þetta fjölskyldustaður. Býtu, hvernig vissi hann að... Já, því þetta fjölskyldustaður, ég bara kom svona inn eins og ég eska mín. Já, ég kom bara svona og ætlaði bara að kaupa mig kaffi til að bíða eftir að ég myndi hitta ykkur.
og fá mig kaffisopa. Fékkstu það ekki? Jú, svo, en strákurinn sem afgreiddi, hann þorði því ekki. Hann kallaði á eigandann og hann kom og sagði, hvað er þetta að gera hér? Þetta er fjölskyldustaður. Ég sagði, já, mér langar bara í eitt kaffisopa, er það ekki hægt eða? Jú, ertu ekkert að biðja neitt annað heldur en kaffi? Ég sagði, nei. Þá fikk ég setjast með kaffibollan og svo hringdi sonur minn frá Spáni í mig, hann Kiddi minn, sem komið aftur til Spánar, hann bjó hérna hjá mér á Íslandi, sko. Og hringdi, og þá mátti ég ekki tala í símalandinni. Ég þetta slökk á símanum og gjöra svo og henda og bara út með þig. Þetta svona vekur upp svona, já, einhverja hugmyndir um að það sé fordómar gagnvart fólki sem í þinni stöðu. Gugga, þú sagði mér á leiðinni hingað, þú hefðir heldur betur mætt þeim. Algjörlega. Fólk hefði talað niður til ykkar, þín og mannsins þíns. Já, þegar við Jói kynnumst sko 2004, þá hafði ég búin að vera 1 ár á götunni, bara niðri bæ alein. Og svo verðum við morfínfíklar 2004 og hérna í 7 ár. Ég var úti í 7 ár, Jói 14 ár. Við vorum ekki velkomin neinstaðar á Laugaveginum, nema í einni búð. Og það var bara, nei, þið eru sprautufíklar, þið megið ekki koma inn að því að þið eru ekki nógu fínt klædd, þið eru ekki með tennur, þið megið ekki koma inn og það er bara þið eru ekki velkomin hingað. Og ég gerði í því á Langabar að fara bak við hurðina, það var opn og sérstaklega það var mikill snjór og kuldi og maður var bara að krokna. Og þá alveg gerði ég í því að fara bak við hurðina því ég vissi ég mátti það ekki. Og þá var svo þegar að sást að þetta var ég, þá bara Gugga, út með þig. Veist að það var bara, við vorum bara... Hvar sváfuð þið á nóttinni? Ég fór stundum í Konukot ef við vorum búin að redda deginum. Ef við vorum ekki veik, morfínveik. Og þá fór Jói niður í gistiskýli og svo hittumst við alltaf á morgnana, svona 7:30, 8. Þá kom hann annað hvort að ná í mig í gistiskýlið eða við hittumst þarna hjá kirkjunni. Þarna. Þegar þú talar um að þið væruð að redda deginum, hvað áttu við með því? Við vorum að betla penning niður í bæ, niður á Laugavegi og við bara báðum alla áttu klink og sumir alveg rétt okkur, þú veist, hittum vini og sumir alveg rétt okkur 5.000 skall, 10.000 skall, 50 kall, 100 kall, en svo bara oft kom þetta á bara 2 tímum, einu sinni voru við 12 klukkutíma að redda 8 skalli og sko... Þetta var alltaf sami hringurinn að reyna að redda bara fyrir skammtinum til þess að geta lifað af. Já. Þú hefur aldrei verið í hörðum efnum, Einar, er það? Nei, sko. Bara verið í svona gamaldags vinnu? Ég prófaði að byrja í amfetaminin í gamla daga og svo reykti ég svolítið. En ekkert svolítið, jú. Nei, ég rosalegu drykkjumaður, sko. Alveg skelfilegur. Þegar þú talar um rosalegu drykkjumaður, getur þú lýst deginum fyrir mér? Það er bara, ég verð bara að eiga þegar ég vakna á mótnana, sko. Það er ekki flókið, sko. Ég verð bara að eiga hann okkur bjóri minn eða vodkaflegin eða eitthvað, skilur, bara til þess að koma mér í ganga aftur, sko. Ég orðið það illa að fara, sko. Já. Þannig að... Hvað gerist ef þú færið ekki skammtiði? Þá kemur þetta bara skjálftinn. Krampi. Þá kemur bara skjálftinn og svona. Og það er alveg skelfilegt, sko. Þetta orðið en önnur efni og svona upplifa þessi í gegnum og þetta sprautur og ævi og svona eitthvað, sko. Finnst þetta alveg svakalega, sko. Mér finnst ég vera erfiður, sko. En blessa fólki sem að glíma við eins og hún að tala um hérna, sko. Þetta rosalega, sko. Hvað við erum að glíma við öll, hver á sín hátt, sko. Alveg sama hvernig það er, sko. En ég velti fyrir mér, Einar, þú sagðist hafa stoppað í Hafnarfirði þegar þú varst búin að vera í margra mánaða meðferð til að kaupa þér vín. Já. Hvað rekur þið til þess? Ég meina... Já, það er bara akkur, hvað skeður ég núna þegar ég kom á meðferð núna? Ég er nýkomin úr meðferð, sko. Og meðferðinni þar á undan fyrir 2 árum síðan, þá dó strákurinn minn út á Tenerife, sko. Já.
dó sonur þinn út á Tenerife. Já, það skelfilegasta mál sem Íslandssögunar eiga til, sko. Þannig að, ég veit ekki hvort ég eiga Þóradal, það svakalegt, já. Ég var í meðferð þegar hann kemur hérna heim til Íslands í svona tösku með mig. Hann var búinn að ringi mömmu sína. Ég láta hann að vita að sækja sig í ösku, ekki. Það er svo dýrt að flytja líkið þeim. Hann hefur verið byrjaður að finna fyrir því að hann væri að fara, sko. Hvað var hann gamall? 25 ára. Æ, ég samryggist. En hann kom heim og þá var ég í meðferð. Það verði að koma 1 og hálft síðan. Og ég fekk að fara úr meðferð þá, á Vogi, í jarðarföruna og beint hér í meðferð aftur, upp á Vík og labbaði út og datt í það. Það er sama og ég gerði núna líka. Ég er nýkomin úr meðferð og ég labbaði út af Vík og beint í Mosó og beint í Ríkið. Þetta er það sem ég er að spyrja af hverju ósköpunum. Það er kannski ósakert að spyrja svona því að maður náttúrulega... Það er bara svona, en af hverju gerir maður þetta? Það sem bara, fólk er veikt og annað er ekki veikt. Já, en það er bara spurning af hverju. Alveg bara eins og ég er búinn að vera, ég eiginlega bara síðan í fyrradag, já, út af því að mæta þetta og tala við ykkur. Ég hitta þig og svona, eins og ég sagði bara við því í morgun, ég er hvergi feimið við að tala þetta, skilur, að því að þetta er, ég þurfti kjark í mig til þess að koma hingað. Þess vegna sagði ég það bara, ég þarf að finna mér eitthvað stað bjór eða eitthvað til að drekka. En þú ert edrú núna? Ég let mig hafa það, að því ég lofa þessu og ég reyna að standa við gefið lofa. Þakkaði fyrir það eina. Þótti séu erfið, en ég er það líka, sko, ég fæ mig bjór á eftir, sko, ég get lofað þér því, sko. Já. Það er alveg á hreinu. Já. Ég þarf ekki að vera hræddur við það. En ég lofa þessu og þú stendur við það? Já, mér langar til þess að skilur, mann langar alltaf til þess að gera eitthvað sem að, já, en svo hvort það takist. En lífið á götunni, svo ég noti nú það leiðinda orð, það er ekkert mjög auðvelt vegna þess að þú varst fyrir því að þú varst rændur daginn. Já. Og er það bara daglegu viðburður að menn séu að stela hverjir af öðrum eða? Já. Af því að ég get sagt þér að núna bara beint eins og ég sagði líka við Landsbankann í morgun og Arionbankann í gær, af hverju ósköpunum, ef að ég myndi til dæmis núna taka veskið þitt, þá get ég farið með kortið þín, hvert sem ég langar til, alveg sama hvort það sé í Ríkið eða í búðina eða eitthvað, allt upp að 10.000 krónum án þess að stimplinn leyninúmer. Þetta er að vinsælasta með að ræna fólk í dag. Það eru kortunum á okkur, af því þú getur notað þau eins og oft og vilt upp að 10.000 skall á þess að nota leinnúmer. Alveg sama hvort það sé þitt nafn eða frá pappa eða einhverjum. Já. Gugga, varst þú verið þetta líka á sínum tíma að þú þurftir að varast óheðilegt fólk? Já, ég var rænd alveg, við vorum bara rosalega mikið tvö við Jói, Þið passuðu upp á hvort annað? Algjörlega, já. Jói fekk 7 milljónir í arf og sem við notuðum á 7 vikum, 1 milljón á viku og þið sem sagt ein vinkona mín, ég var nýbúin að gefa henni 70.000 skall bara því að mér langaði að gleiða hana. Svo fáum við okkur öll morfín og ég steindrefst bara en náði einhvern veginn að henda mér upp í rúm, var svona hálf upp í rúmi þegar ég vakna. Þau höfðu skolli svona saman, þannig að hún var viðbeinsbrotin þegar hún vaknaði, en á meðan að þá rænir hún mig öllum peningnum mínu sem var í veskinu mínu. Og ég sagði ekkert við hana. Þetta var vinkona þín, eða ekki? Jú, hún er dáin, þessi elsku, hún var mjög veikur morfínfíkill og ég sagði ekkert við hana, ég bara, já, ok, og þú veist að þetta er, hún þarf að hafa þetta samvinskunni, ekki ég. Og við áttum alveg nógan pening, þú veist, við Jói, en það er sama. Því að við náttúrulega, það er sérstaklega þú, Gugga, hefur verið lánsöm að hafa Jóa við hlið þér. Já. Því að það eru dæmi að konur, ungar konur, hafi verið beittar alls konar ofbeldi. Já. Aðalega kynferðislega ofbeldi. Já. Ég þekki það líka. Alveg. Þú þekki það? Já. Já, það var maður sem að
besta vinkona mín heitin, sem hún var að sofa hjá þessum manni og ég eitthvað tímann, já, gerði það líka og svo bara langaði mikið til þess. Bara, mér fannst þetta ekki rétt. En ég í sófanum heima hjá honum þannig dag og hann að reyna að fá mig til við sig og ég bara nei, mér langar það ekki og bara láttu mig vera og hann bara tekur mig með valdi og nauðgar mér. Og vinkona mín horfir á þetta allt. Og ég næja öskra á hana, ég bara, Jóhanna Rut, ætlar ekki að hringja í sjúkrabíl og lögguna. Bara, sérðu ekki hvað hann, ég náði eitthvað neins, sérðu ekki hvað hann að gera? Og hún bara, nei, ég sko ekki að gera það. Þannig að hann, já, bara, þú veist, hann var miklu sterkar en ég var bara lítið peð þarna, lítil og grönn og bara, já, bara veikur alkoholisti og bara svona mikið yngri. En, já, hann skammaðist sín ekki einu sinni fyrir þetta. Svo bara þegar hann var búinn þá bara fór hann að mér og, já, ég man ekkert hvort að ég fór út eða, en ég bara, mér var illa við hann mann eftir það. Ég ekki hissa því. Einar, varst þú varfið svona ofbeldi gagnvart konum eða hefur orðið varfið? Hvað, ofbeldi? Gagnvart konum, svona kynferðisofbeldi gagnvart konum, ekki, hefur orðið vitna þessu? Nei, aldrei. Nei, aldrei. Nei. Þetta tíðkast kannski meira í þessum harða eiturlyfja bransa. Það öðruvísi, já. Já, það öðruvísi. Já, getur verið það. Mér var byrlað eitthvað tímann að það voru 3 konur. Þar sett á mig hvíta hárkollu með svona stuttum topp. Ég man að þær tóku myndir af mér, svo gáðu þær mér eitthvað, þannig að þær svæfðu mig og misnotuðu mig á meðan, svo ég fann það bara þegar ég vaknaði. Konurnar? Já, þessar 3 konur. Og ég fann það bara þegar ég vaknaði að mér var illt þarna niðri, það bara hafði eitthvað hræðilegt gerst. Og þær bara létu eins og ekkert hefði neitt. Gugga, getur alveg talað þetta svona án þess að fá hjartslátt eða? Já, ég ekki með neitt hjartslátt. Ég búin að vinna svo óbúslega vel í öllum mínum áföllum. Bara, ég gat einu sinni ekki talað neitt af þessu. Ég meina, kærasti mig var myrtur fyrir fram að mig, ég gat ekki bara talað þetta í mörg ár. Barnið mitt sem dó því ég var í neyslu og var ég að sprauta mig í neyslu. Ég var 20 ár að jafna mig. Bara komast yfir það. En það var kona sem hjálpaði mér yfir það. Svo ég náttúrulega búin að vera núna edrú í 14,5 ár. Ég aðfundum, búin að taka sporin, búin að, Jesú Kristi hjartanu, ég búin að leita rosa mikið til hans. Ég búin að vinna rosalega mikið í áföllunum. Sé það og heyri. En ef þetta getur kannski orðið til þess að þetta getur hjálpað einhverjum sem þarna, að því að maður getur farið á betri stað eftir svona áfall. Þetta virðist vera sammerkt með ykkur báðum að áfengið hefur svona ákveðin flóttaleið til þess að gleyma þessum áföllum. Já. Og Einar, þú talar ekki þetta á eins hispurslausan hátt og Gugga. Þú talar þetta vísu, en ég sé það hefur mikil áhrif á því. Já, þetta feluleikurinn minn. Eða Þú hefur sagt mér ýmislegt þegar við höfum hist núna í undanfara þessa þáttar og ég sé það alveg á þér að þú stundum tárastu þegar þú ert að tala þessa hluti. Það að því að... En færði ekki svolítið von í brjósti þegar þú heyrir hvað Gugga hefur að segja? Jú, það sterkt að heyra þetta, sko. Það gríðarlega sterkt að heyra þetta, sko. Já, bara að horfa upp á hvaða stað hún í dag. Jú, þetta alveg yndislegt að heyra þetta, sko. Þetta alveg hægt. Ef viljinni fyrir hendi, þetta bara gríðarlegt skref, sko. Eins og fyrir mig núna að vera. Vera hérna? Ég á heilt fótboltaliða börnum og afabörnum. Já. Og ég stend hérna og enginn, skerðu, ég búinn að þurrka allt svona frá mér. Nú ég bara hérna aðleitt á götunni. Ertu búinn að þurrka frá þér? Ertu ekki í neinu sambandi við þína nánustu? Blessuð börnin eru þarna, þau vita að kallinn sé á lífandi. Eins og svo sem hringdi mig frá Spáni í morgun. En það ekki það, sko. Það ekki það að þau vilja ekki koma og tala við mig, sko. Það er ég sem verð, eins og hún að segja, nei. Fyrsta skrefið hjá þér? Já.
Af hverju er pabbi alltaf að fara í meðferð? Afi, alltaf í meðferð, aftur og aftur og aftur og aftur og aftur og kemur svo alltaf svona út tilbaka, alveg nákvæmlega eða verri. Þau skilja þetta ekkert alveg. Nei, þau skilja þetta kannski á einhvern nátt, sko. Það er lengt en því að þau vilja ekki börja hvað og pappa kom í heimsókn alltaf blind hullur. Af hverju kemur ekki pabbi bara edrú og flottur? Þú gerir það aldrei? Nei, enda líka kemur ég ekkert í heimsókna því að... Þú treystir þig? Nei, það er ekki ég sem treystir mér ekki til. Ég er búinn að brjóta alla þess að bír að baki mér. Já. Það er ekki það að þetta sé þeim að kenna þessum elskulegu börnum sem ég á til. Ég hafa börnum. Þetta er það sem ég er sjálfur. Og þau er ekkert, þau vita alveg að ég er hérna á kantinum, sko. Gugga, hvernig var þitt bakland þegar mest gekk á? Fjölskyldan, hafðir eitthvað stuðning þar? Nei, ég hafði alltaf ömmu, alveg frá 14 ára til 25 ára, þá fer ég í 96, þá fer ég í meðferð á Vogastaðafelli í næ að vera edrú í 6,5 ár og ég hafði alltaf ömmu. En svo detti ég í það aftur 2003, þá hafði ég gift mig 99 og eignast stráki við hann Kristoffer 99, hann átti mitt afmæli í gær, 26 ára, takk fyrir. Og hann fór frá mér sko þegar hann var 4 ára. Þá hafði ég var búin að kaupa mér íbúð í Nökkvogi til þess að geta verið svona nálægt ömmu. Og ég átti bara heima þeir í nokkra mánuði, þá fór ég mitt eins og Einar að lifa öllum að gista og koma. Já, og það var bara liðið sem var hjá mér, það var farið að ræna konuna sem bjó uppi og þannig að mér var bara gert að flytja bara út úr íbúðinni, bara og ég mátti ekki koma í götuna og ekki neitt og þannig að ég fór bara, amma og vinkonum mínar þurfti að pakka öllu niður og skila íbúðinni og þannig ég fer bara niður á Laugaveg með bakpoka, bara eitthvað smá af fötum og eitthvað og var alveg alein í 1 ár og þá lokar amma alveg á mig. En svo deyr hún 2022, þá var ég alveg búin að segja við hana, amma mín viltu fyrirgefa mér allt sem ég hef sagt og þegar ég öskraði á því hérna árum áður og hún bara, ussus, gleymi þessu bara, ég bara ánaði þú ert edrú. Einar, átt þú ekkert skjól neinstaðar hjá ættingum? Jó, sjálfsagt á ég það örugglega, pabbi náttúrulega og mamma eins og ég kalla hana, já, fósturmóður mína sem er bara mamma mín, sko, alveg svo sterkasta sem ég á til, sko. Já. Jú, ég get fengið að koma þangað en það er sama, ég þarf að finna, nei, ég get leitað til pappa ef eitthvað kemur upp á, eða kemur upp á, eins og þetta er, en það er ekki til þess að búa þar, sko. Nei, Einar, nú hlýtur það að kosta mikla peninga að halda sér uppi með áfengi daglega. Já. Og þú ert öryrki eftir slys, er það ekki? Jú. Já, þannig að örorkubæturnar er nú alla til að hrópa mikið húrra fyrir. Nei. En nærðu þið endum saman? Nei. Hvað gerist ef þú þarft að fara til tannlæknis eða myndatöku hjá lækni eða eitthvað slíkt? Er það ekki bara... Ekki bara einhver... Það er hægt að mæta það, sko. En það kemur þá bara einhver skuld á bakið á mér. Skilur. Öll óvænt útgjöld eru... Það er bara að koma... Ég veit ekki hvert þau fara, sko. Nei, ég meina þú getur ekki tekist á við svona óvænt útgjöld eins og það að þurfa til dæmis að borga mikinn kostnað til lækna eða tannlækna eða annars líka. Nei, ekki þannig að bara rétt í kringum mánaðamótin, sko. Gilur þeir í vöðborga ef það er eitthvað nei, annars ekki, sko. Gugga, þegar þið Jói, maðurinn, voruð á götunni. Já. Þú sagðir að það hefði tekið tíma að fjármagna neysluna á hverjum degi. Höfðu þið ekki einhverjar fastar tekjur eitthvað staðar? Jú, það dugði kannski til 3. og 4. Þú veist... Örorkubæturnar? Já, maður er svo gráður að maður er að kaupa helling mánaðamót og svo nota maður það bara strax. Já, það er ekkert verið að spara til mögru árana. Nei, þegar þú ert fíkill og þá getur það ekki. Nei, akkurat. Maður getur það ekki. Þetta er fallega satt hjá henni. Já. Maður vill það. Já. Og maður reynir að halda alveg í en bara fíknin er svo mikil. Já, hvað var til þess að þú ákast að snúa við blaðinu?
Við vorum búin að fara í eina meðferð á ári við Jói frá 2003 til 2011. Ég hefði alltaf hlaupið út að því ég var að drepast úr fíkn. Ég fekk bara alltaf fíkn, þannig að ég hljóp út. Og það er ekki fyrir náttúrulega, ég samt hafði enga trú á því að ég gæti eitthvað tímann aftur orðið edru að ég myndi ná einhverjum tíma eða, en Jói hann er tekinn á undan mér inn á Vog, hann sem sagt fyrir 1. maí 2011 og hann bara var að tolla þarna inni og ég man að ég hafði þá samband, eða nei, hann talaði við Vog og ég mátti koma bara þegar hann fær á Staðarfell og það var á miðvikudegi 18. maí sem að ég fæ að fara inn þá sama dag og hann fer á Staðarfell og við bara, okkur langaði bara eitthvað svo að verða. Það bara uppgjöfun kom, ég bara fór að hlusta á ráðgjafana, hætt að stjórna sjálf. Við vorum líka bara eins og góð vinkonu við segja, við vorum orðin svo uppgefin að vera á götunni. Og svo bara gekk þetta hjá okkur báðum og þú veist, já, við vorum eiginlega í Bómil alveg fyrstu 5 árin, vorum bara hjá Samhjálp og já, mikið á aðfundum, tókum tólsporin og vorum að vinna hjá Samhjálp, vorum húsverðir hjá Samhjálp í 3 ár og þannig að þú veist, það var alveg passað upp á okkur rosalega vel. En það gerðist eitthvað þarna á þessu tímabili, eins og þú segir, einhver ákveðin uppgjöf sem að... Það er bara Jesú Kristur. Það er bara Jesú Kristur. Já, alveg algjörlega. Ég fann bara, hann leiddi mig inn á og sagði bara, elsku stelpa mín, þetta verður allt í lagi. Þú getur þetta. Yndislegt. Já, það er fallegt að heyra. Fallegt að heyra. Þetta getur þú líka eina minn. Já, þetta geti, já. Ég ætla nú ekki að fara breytingu yfir þér. Jú, það er alls ekki sko. Jú, en hérna... Ég hef reynt þetta og við nokkur, já. Já, ég meina það kemur, þegar það kemur. Já, en að heyra svona fallega útskýringar á þessu, að því að sko, já. En hvað segið þið mér orðaða félaga ykkar í neyslunni, fyrirverandi hjá þér Gugga og núverandi hjá þér Einar. Er þetta meira og minna, eða hafið þið orðið vör við það, þetta væri meira og minna fólk sem hefur lent í svona einhverjum áföllum á unglingsaldri eða barnsaldri? Nei. Ekki kringum mig. Ekki kringu þig? Nei. Nei, það er alls ekkert alltaf þannig. Nei, það er ekki þannig. Ég hef alltaf verið við konu kendur. Ég verð nú bara viðurkenna það, sko. Og með börnum mín og einhvern veginn, en alltaf feka mig á burt og einhvern veginn með drikkinu minni. Þannig að það koksar alltaf á því hvernig ég haga mér, sko. Ekki það að það er ekki endilega að vilja henda mér út eða eitthvað svoleið, sko. Það er heldur bara hvernig ég kem sjálfur fram, sko. Og það er drykkja minn sem er svo óbáslega yfirstígandi og þessi hræðsla sem ég er að glíma við. Ég veit ekki hvernig... Hræðsla við hvað? Já, bara við frá blóðmóðinni og uppeldinu í gegnum hana þar og þessum, já. Já, þessar minningar eru að trufla þig. Já, þær eru að fara illa og ég er ekki vanur eins og í staðan er í dag. Ég hef aldrei verið einbúi og ég kann þetta ekki. Og þetta er alveg að skjóta mig alveg í kaf, sko. Ég veit ekki hvað ég stend í dag nema bara ég stend í skónum og fötunum. Mér er sér fötunum sem þú gafst mér, sko. Já. Ég hef bara tapað öllu, ég á akkurat ekki neitt nema sjálfa mig, sko. Þannig að þetta er svona óbáslega skrítið. En þú hefur viljan? Já, ég menna, ég hef viljan. Þið langar ekki að vera svona? Nei, en þá er bara hvað, akkur var ég að koma meðferð og svo brotna ég svona saman aftur. Það gerist oft áður en að maður nær bata. Það ekkert vera rífaði niður fyrir það. Nei, ok, ég meina... Nei. Eitthvað er það, sko. Því að, já. En svo að vera fjölskyldumaður eitthvað, þá er ég náttúrulega líka að vera tilbúin til þess að vera það. Já. Það er nefnilega máli. Þú voru að leggja eitthvað að mörgum. Já, það er nefnilega máli. Það er eitthvað sem ég þarf að gera. Það er bara bónus. Ef að, þú veist, fyrst þarfst að hugsa sjálfa þig. Já. Í alvöru. Já. Þá velti ég fyrir mér eina núna þegar það er að líða því jólum. Hvað ætlar að vera á jólunum? Já. Nýr á Granda ábygglega. Ef ég verð ekki búin að útskófa mig þar líka, sko. Eða eitthvað.
eða mæti ekki og skrá mig inn eða gera eitthvað og þannig að örugglega niður á Granda bara eða bara út á götu sko eða niður undir Landsbankanum eða eitthvað. Finnst þér ekkit óþægilegt að tala þetta hérna hjá mér? Jú, ég hef bara gott að því. Það var út af einhverju sem ég komi líka og skildi ekkert í því af hverju óskopunum í gærkvöldi, ég let mig hafa það sko. Það er út af einhverju. Ég þarf á einhverju eins og laust á þér drottningu hérna. Það er út af einhverju skilur. Hún er lifandi dæmi það að það er allt hægt. Gangandi svona, algjörlega. Þannig að það er yndislegt að heyra. Af því að þetta er bara skrefið sem ég er að glíma við sko. En hvert ég er að fara, veit ég ekki skafinn. Nei, en það er ósanngjarnt að spyrja þig að því núna. Nei, það er allt í lagi. En eru margir á götunni eða heimilslausir, haldið þið? Já. Já, rosalega margir. Það eru margir, meira heldur en miklu marga fleiri heldur en, grunar. Já, ég man nú ekki alveg tölu. Nei, ég heyrði hana eitthvað daginn, en ég veit ekki það er rosalega margir. Já. Það er ekkert lítið til okkar bara svona eins og þú sért gangandi blóm eða eitthvað sko. Nei. Það er nú eitthvað verið að gera fyrir heimilslausa. Og hvað þá? Já, það er einhver hús þarna inn í Laugardal, er það ekki sem Já, en það er bara einhvað með alla hina sem eru líka og fá ekki. Þeir eru að vera eins og ég sjálfur í bílakjallarunum með eitthvað staðar sofandi. Ég á bara góða vinkonu núna sem er að bjóða mig gistingu hjá sér og ég er að hjálpa henni í staðinu og einhvern veginn eða niður á Granda. Ég fekk það þarna í gegn, ég var vísað út af, ég man ekki hvað þetta heiti, gistiskýlið eitthvað stað hvar ég var. Já. Þannig að og fekk inngöngu á Granda. Þannig að það er ekki skilur, það er ekkert í boði fyrir okkur. Það er enginn sem kemur til okkar á daglega og segir, herru, ef þú gerir svona, þá kemstu þarna og getur gert svona. Við fáum engar upplýsingar eitt eða neitt. Það er enginn í íslensku þjóðfélagi nema bara útlendingarnir þú mátt þakka fyrir að þú getur labbað niður á götu eins og ég ger alltaf þegar ég alveg saman hvort ég fari í strætó eða hvert ég fer sé herru, talar íslensku við erum bara orðin fámenn þjóð við erum ekki lengur þessi íslenski víkingur sko og við fáum ekkert að vita en svo þegar maður fer að leita eftir eitthvað hjálpamanni að þá er allt í boðið býtu þarna gerir þetta þarna gerir Tryggingastofnun þetta alls konar svona eitthvað sem að enginn segir manni frá maður er að leita eftir þessu sjálfur Þú ert í rauninni að segja það að það er enginn sem kemur til þín og segir eina minn, þú ert ekki á góðum stað nú skulum við reyna að gera eitthvað fyrir Nei, það er enginn hjálp hérna til okkar ekki svona bara ekki orð sko en það er gríðarlega fallið þjónustan á Granda sko manni verður að langa þetta sjálfum sko já, og maður þarf að leita eftir þessu öllu sjálfur það er enginn sem kemur og býður upp að ég er eitthvað svona, ekki til En nú færðu alls konar bjargráð þegar þú ert í meðferðunum Já, það er líka þess vegna kannski býja á Grandanum núna já með því Gugga, á sínu tíma þegar þið Jói voru sem mest í fjölmiðlum það nú orðið dálítið mörg ár síðan hvað áhrif hafði þetta á ykkur? Ég held að þessu sáðkorni hafi verið sáð þá þarna 2006 þegar að Jóhannes var þarna með myndavélarnar eftir okkur það held allir að við hefum fengið eitthvað rosalega mikið pening fyrir þetta. Nei, við fengum ekki neitt pening fyrir þetta. Við fengum 3 kartón af sígarettum reyndar og við gerðum þetta ef við hefum getað hjálpað einhverjum. En hvernig fannst ykkur athyglin sem þið fenguð eftir þetta? Nú hljótið að hafa... Ég har aldrei fundist hún eitthvað þægileg. Aldrei, nei. Það er ekkert gaman að vera þekktur sprautifíkill á götunni, sko. Það er ekkert rosalega skemmtilegt. Nei. En við vorum í krossinum 2006. Við fórum í byrgið, hlupum þaðan út. Og þá voru svona fullt af unglingun sem höfðu samband við okkur sem að bara Gugga og Jói bara þeir eru búin að hjálpa okkur rosa mikið bara sáum ykkur í sjónvarpinu og þú veist, þetta gefur. Þetta hlýtur að vera jákvætt. Þetta gefur, já. En þú segir að þarna hafi kannski verið sáð einhverju líklu frægi. Já, ég menna við verðum metru þarna 2011 og ég held þetta sé allt eitthvað svona púsluspil. Já. Almætti er eitthvað störfum þarna. Já, hann Hann er til staðar, já.
Mér langar að spyrja þig Einar, því að við erum nú svona komast á loka metrana hérna. Já. Þessi þáttur verður sendur út í kvöld og þið getur séð þetta ég veit ekki hvar þú sér þetta Einar minn, en þú átt vinkonu sem getur stilt á þetta ábyggilega í sjónvarpinu sínu. Verður þetta sýnt í sjónvarpinu? Þetta verður sýnt á ákveðinni rás í sjónvarpinu. Hún Laufey hérna, tæknimaðurinn okkar, hún segir þið frá þessu á eftir, hvernig hún ærði þetta. En ég veit ekki eiginlega hvað ég á að spyrja ykkur að lokum. Ég veit að Gugga þú ert að vinna, það ekki? Jú, ég að vinna pínulítið á sambýli í hérna og býrðu upp á Kjalarnesi? Já, búin að búa þar í 10 ár. Já. Og átt loksins heimili með myndum á veggjónum. Heimili, 3 alveg bara yndislega bestu vinkonur í heimi. Önnur að bjóa á Kjalarnesinu, en hún hérna var í þannig húsnæði að þeir vildu selja á Kjalarnesi, þannig að hún þurfti að flytja niður í bæ. Já. Og ég var bara ekkert sátt við það fyrst. Þetta fór alveg öfugt ofan í mig, bara í alvörunni að fara hérðan, og að því að maður svo vanur að kíkja á hana eða hún kom til mín eða þannig að ég bara svona stundu verið að fara til hennar og gista hjá henni. En þú ert að vinna á sambýli, einhverju hlutastarfi? Já. Og ert að rækta andan, eins og maður segir? Já. Ég er nú hef ekki farið á samkomu síðan að Jói minn dó. En Jesú Kristi hjartanu, og ég með biblíuappið í símanum. Þannig að ég alltaf að lesa hvernig einasta degi. Ég hef búin að gera það núna síðustu 2 ár. En ég hef búin að eiga Jesú í hjartanu síðan 99. Og hérna, það er bara það besta sem að ég á. Og ég væri fátæk ef ég ætti ekki Jesú Kristi í hjartanu, sko. Einar, þú ert líka trúaður. Já, þetta fallegt að heyra, sko. Yndislegt, sko. Hún ljómar. Já. Þetta gerði amma við mig alltaf í gamla daga, sko, strax. Þannig ég bleið þetta strax þar. Og frá eggjabóndanum Einari, afa. Þannig að, já, hann fylgir mér alltaf og hefur alltaf gert, sko. Þessin eru krossaðir hérna, sko. Og fæði vorið. Og það er alveg sama. Eins og ég segi, hversu veikur ég ég sopna aldrei öðru svona að fara með fæðvorið, sko. Það er alveg saman hversu veikur ég sko. Það er fallegt. Já, það bara bregst ekki, ég veit ekki af hverju, en það er bara eins og ég segi, hún segir, sko, að meistarinn þetta uppi á kantinum, sko. Já. Og hvað ætlar að fara að gera á eftir? Já, það verður gott að segja. Ég sagði við þig, ég myndi keyra þig tilbaka, en hvar er þetta tilbaka? Það er beint niður í ríki. Beint niður í ríki? Já. Og þar færðu þér væntanlega eitthvað að drekka og færðu svo sest út á Austurvelli? Það bara á Austurvelli, já. Og hvað er ekki það? Þetta er svo mikil eymd. Já, skammir. Já. Það er annað en Gugga sem ætlar að fara núna. Já, hún er líka, þetta er fallegt að heyra þetta. Já, hún er að fara að vinna. Þetta er rosalega fallegt að heyra þetta, sko. Já, ég er að fara að vinna klukkan 2. Já. Og ég er rosa þakklát þeim að hafa trú á mér og þeim finnst ég dugleg og ég er alveg að fíla þessa vinnu. Þetta er ekkit eitthvað rosalega mikið að gera. Þetta er bara, mér finnst þetta æðislegt. Þú berði þetta með þér, eska mín. Já, það er ekki smá gaman að sitja hérna með þér með þér. Vá. Ég ætla að spyrja þig einnar anstíkilegra spurningar. Langar þig aldrei í? Ég veit þú ert alveg manneska til að svara þessu. Já, sko, ekki núna, það verður ekki komið núna lengi. Ég hef alveg fengið fíkn og hef alveg fengið svona, þá hef ég bara verið rosalega þreytt og eitthvað búin á því og bara langar í eitthvað svona breytt ástand. Já, en það var rosalega erfitt þegar Jói dó. Ég var alveg langt niður bara í 2 ár, en það var ekki, mér langar að detta í það. Nei. Það er bara, ég ætla að vera edrú til að heiðra Jóa minn. Þetta er sterklegur heiður að heyra þetta. Já. Þetta er dásamlegt. Þetta er rosalega fallegt að heyra þetta, sko. En ég er yfirleitt... Þetta kemur orkan upp. Ég er yfirleitt ekki að glíma við fíkn eða neitt, nei. Þú hefur líka ástæði til að vera edrú einar, til að heiðra börnin þín. Ég það bara að heyra eins og hún gerir, skilur, það er bara nóg að glíma við sjálfa sig. Já, það kemur fíknir ekki með, sko, sérðu hvað þetta er fallega gert hjá henni, sko. Það var ofsalega gaman að fá ykkur. Einar minn, ég veit að þig hefur kviðið fyrir þessu mjög. Já. Og ég var svona hrædd að þú myndir alveg
Ég lofa þessu. Eins og unglingarnir segja beila á mér á síðustu stundu. Já, það munaði svona litlu. Já. En ég fór í En morgun, það- ég vaknaði. Ég fór fram úr 5:30 í morgun, sko. Já. Til að vera öruggur, Æ. ég tæki réttan stræt og til að komast þetta niður í dyr og einhvern veginn. Yndislegt Einar Já. minn. Ég vona að ég einhvern tímann eftir að mæti Við kaffi hjá hittumst þér. aftur. Já, ég ætla að mæti kaffi til þín þegar þú ert orðin edrú. Ekki ef þú verður edrú, heldur þegar þú ert orðin edrú. Já, veist mín. Og Gugga mín, ég er nú bara búin að eignast eiginlega nýja vinkonu núna. Já, ég líka þegar hún Ég er ætla- staðið vindislegt. Ég ætla að fara í kaffi til þín sem þú varst að bjóða mér í. Já. Nú veit ég hver það á teima. Já, Ég segi bara gangi ykkur allt í hæginn og enn og aftur guðlaun og þakkir guð laun. fyrir að koma hérna til mig því að ég lít ekki á það sem sjálfsagðan hlut að tala um svona erfið málefni. takk fyrir mig. Innilega þakkir. Já, takk Engilín mín, takk hérlega fyrir mig. Þetta er mér lokið í dag og nú hringir síminn hjá Einari þannig að við segjum veriði sæl. Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð Samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi. Ódýr og öflugur miðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.